Nei, ekki soundcheck á magninum. Halló Maður sjá. Jú, þeir gefa allir Róbert 1 og 3. Já, nú erum við bara að fara að byrja það. Já, kæri Barda unnandi, það er 5. lótan sem heilsar ykkur á fallegum. Nei, þetta er ekki svona fallegum mánudagur, þetta er ógeðslega ljótur mánudagur. Nei, hann er búin að vera fínn. Nei. Jú, hann er búin að ágætur. Það er höldislægð yfir landinu, ég finn fyrir því í þreytunni, finn fyrir það í beinunum. Þú þarf bara hugar ástandsbreytingu, held ég. Já. En það ekki? Er þetta einn af þeim sem maður getur bara breytt með hugar ástandinu? Já, getur gert allt með réttu hugar ástandi. Nei, ekki gefa mér þetta shit, maður. Ef ekki að vera jákvæður í dag. Nei. Neikvæðast á opninu í sögu 5. lótina. Já, komin í sögubækunar, það er þáttur 159. Nice. Þekktur sem neikvæði þátturinn. Það kom góð tala á þetta hjá okkur. Já, ég ætla að poppa monster og Crack one open. Já. Ég er með brókin hérna og var að henda töflunni. Já, það er betra life choice. Það sem að ég var að púlla með My Loser Juice. Vissir að Monster er bannaður inn í hnefalegifélagi Reykjanesbæjar? Nei, ok, nei. Já, það er bara svona skilti. Þeir eru búin að fara skónum. Okay. Það verður að setja Monsterinn í ruslið. Nokkuð líka. Það er alltaf margir sem að út af Monster er svo stór stuðningsæli í UFC. Þú veist eins og Adesanya, hann hefur gert svona að skera Monstermerkið og eitthvað svona, þú veist. Þannig að það er alltaf margir svona UFC-fætrar, alveg fleiri hafa gert það, einhvern veginn bara svona afneita Monster. Já. Og ekki vilja láta sjást í Monster þegar þeir eru í kameru og eitthvað. Gerði þér aldrei það ekki líka þegar mann í ykkur fótboltaviðtali sem hann tók burtu Monsterinn? Sko, náttúrulega það eru, nú er samsæriskenninga bygga. Hvað með það? Sko, að Monster er þú veist, að þetta sé ekki M framan á drikknum, heldur er þetta 666 á hebresku eða eitthvað. Gyðingamálinu. Sér það er bil á milli, sérðu. Er bil á milli? Þú veist, M-ið er ekki alveg tengt. Jú, það er bara 100% tengt. Nei, maður svo. Ég er að horfa á dósina. Já, snúsuðu, ég er ekki að horfa á það. Já, þetta er eitthvað nýtt. Þetta er eitthvað nýtt, það er bara, the cheek is up. Já. Tengið þeim þið, strákar. En þetta er náttúrulega bara, já, það er, það var margir verið með eitthvað svona. Þessum þetta, sko. Og margir bara segja að þetta sé bara djöfullinn sjálfur. Já. En þú veist, já, ég kaupi það samt alveg. Þú veist, þetta er þú veist, já. Ég held líka, sko, þú veist, eins og vatn ber svona minningar, fattar ef þú skrifar eitthvað á vatn, þú veist, ef þú skrifar ást á vatn, þá kemur fallegt form, og þú skrifar hatur, þú veist, þú fristir vatnið. Og ef þú setur, þú veist, mynd bara af bara einhverju konu eða eitthvað, whatever, og vaskla sig við það einhvern tíma, svo fristir vatnið, þú veist, þá sérðu bara myndast bara eftir því sem var undir, sko. Þetta er ótrúlegt. Vatn hefur bara vatn hefur minningar. Já. Og þú veist, og það sem þú drekkur, fattur, eða það stendur Monster á því sem þú veist að drekka, fattur, vatnið, sko. Já, menn það, já, vatnið verður djúvilkennt. Já, þetta sé einhvers svona neikvæð orka sem þú setja í því bara með að kalla það sem þú drekkur Monster. Ok. Ætti ég, í stæðan að kalla það Monster Energy, ætti ég að kalla það Big Dick, þannig ég fái svona Big Dick Energy. Þú ert náttúrulega second and devil's dick þegar þú varst að drekka þetta, held ég. En við erum að tala alltaf mikið fyrirtæki sem er ekki að borga okkur neitt pening, sko. Þannig að kvættum þetta út kannski. Já, rétt, þetta var gott og skemmtilegt intro, það var góð helgi í bardagaheiminum. Mjölnistringurinn Logi Geirs gerði sig lítið fyrir, hélt úti Wolverhampton á Battle Arena 85 og pakkaði saman Serbrunum Milos, ég man ekki hvað hann heitir. Kunic? Ketic. Jú, svo var náttúrulega UFC í Abu Dhabi, þar sem að René de Ritter, svona marði sigur gett Robert Whittaker. Já. Og svo næstu helgi er Tatsu Taira að fara að mæta. Þú ert að lesa nafnið. Ég þarf að lesa nafnið. Sean Conho eða eitthvað. Nei, hvað er það? Já, þetta er einmitt það sem ég vildi ekki lenda í. Hyun Sung Park. Já, þetta er einmitt það sem ég vildi ekki gera. Þú verður að passa það á þessu. Já. Þú veist. Þetta átti að vera Amir Al-Basi. Já. Það hefði, þú veist, þessi gaur er samt alveg, spennandi gæði, sko. 10-0. Bara á, ok. Það sem er líka gaman í þessu er, þú veist, við fáum Japan móti Suður Kóru. Já, einmitt. Í MMA. En hann er nýbúinn að berjast það ekki. Hann
Park. Já, hann bara í bara maí. Já, einmitt. Hann bara Það komið 2 finnis í fyrstu 2 UFC-barðanum sínum og, Einmitt. þú veist, og það er knockout og submission. Já. Þannig Ja, að það verður fróðlegt að sjá hann, sko. Þetta verður þrjusir spennandi. Nei, hann er búið með 3. Hann er búið með 3 barða, já. Fyrirgeði. Já, og það heitir finnis líka, reynir ekki tjók. Já, þetta verður þrjusir spennandi. Herri, ef að byrja á málina. Já. Sem að það náttúrulega bara hlýtur að vera Logi Geirs. Já, einmitt. Það ekki? Sástu barðan? Náður að horfa á hann almennilega? Nei, linkurinn lá niðri sem að Já. frá Battle Arena replay, þannig að ég bara gæti ekki gert það, sko. En Þeir voru ekki að skýta á sig það núti. já, einmitt, og stóðu eitthvað svona, þú veist, þetta liggur niðri, sendi okkur PM á Facebook fyrir linkin og ég sendi þeim PM og þeir bara sínuðu mig. Ég er like, I have to talk about this in a podcast tonight, time is of the essence. Já, og þeir bara, já, fuck that guy. Við sjáum þig, Já, en okkur þurfið sama. já, we don't give a fuck, sko. Já, Einmitt. það make sense. Ég En þú sást það? Ég sá það, einmitt, ég bara fekk linkin frá þeim úti bara örugglega svona 8 sekúndum áður en að Logi Geirs. Já, þetta var eitthvað skrítið, sko, Logi var mér þess að sendandi á okkur Já, til að spyrja okkur hvað var að frétta með linkin, sko, þú veist, þannig að það var eitthvað rugl í gangi, sko. einmitt, þetta var eitthvað stórfurðulegt, sko. En það var tölvöld mikið af fólki sem mætti í míningarinn, sko, til að horfa á Loga. Já, einmitt. Og sem var mjög Já, skemmtilegt. við fengum alveg skilabóð bara svona verður alveg örugglega skiptið yfir að Loga og eitthvað. Já, Þannig að fólk var alveg, fólk er investið í Loga, sko. hann er flottur stökkur. En það bara geggjuð framistæða. Og ég ég var svo stressaður þegar var bara eitthvað svona á Logi næstur, ég var bara God fucking damn, bara borga hérna eitthvað 12 pund fyrir eitthvað ömöld streymi sem virkaði ekki, sem var bara offline, það var svo að senda skilabóð eitthvað á Battle Arena, svo loksins skubbaður út af þessum link, rétt náðum að poppa þessu upp, Shit. bara þegar Logi að stíginu búið, Já, ok. og það var trillstemning, Já, það var geðveikt, og geggju framistæða hjá Loga. já, Þú náttúrulega ekki maður sjá það, nei, þannig að ég segja hvernig það var. algjörlega. Ekki málið. Herru, Mílos endur á að taka sko Loga niður í gólfið sem að var svona eitthvað sem maður sá ekki fyrir. Gauri var sko byggður bara eins og bara vaxtræktigæði. Já, einmitt. Hann Hann hefur flýgur- líka alveg örugglega verið að kötta meira og verið Já. svolítið þingri þarna inn í búrinu, eða ekki? Jú, Já. alveg pottitt. Og það hefur örugglega svona verið svolítið húnum í hag sko að vera við day before weigh-in. Og hann nær Loga í svona frekar djúpan armbar. Hann vantar bara svona herslu munin upp á að skilju að hann nái skilju að klára að extenda hendina. Ég er ekkert hissa, þetta Loga væri svolítið illt í olbónum sko. En Logi var bara ekki á því að tappa og næra stakka hann rosalega vel og passa skilju að hann ná ekki að svona extenda fætunar. Svo kemur Logi með eitthvað sem að ég veit ekki hvort hann hafi lært þetta í lækningsfræðinni eða eitthvað sko, en hann byrjar sko, hann er að verjast armbarinu og byrjar svona hnjáan í lærið á meðan hann er að verja sig. Ég man ekki eftir að sé þetta áður í MMA-bardaga, skilur þegar þú svona ert að passa upp armbarinn, þú stakkar gæjan og byrjar bara að hnjá hann. Svo þarf hann bara að lyfta honum upp, slamma honum, lyfta honum upp aftur, slamma honum niður, þannig að hann bara fucking sleppi tækinu. Ok. Og þá var Mílos eiginlega bara svolítið búinn. Þú veist, hann átti ekkert meira erindi fannst mér inn í bardagan heldur en þetta. Að mér varst hann að hafa svolítið overcommittað í hennan armbar. Var þetta í fyrstu lúti? Já. Bara mjög snemma í fyrstu lúti. Og Logi nær endur á mountan og bara taka gamla góða sjóaran skilur við, bara ground and pound, bara vinstra hægri og þá kom til lótan kláraðist og maður var svona, ok, hver vinnur lótuna ef einn er að reyna að klára þessa mission að hálfa lótuna skilur við en hinn tekur svo yfir skilur svo kemur önnur lótan og þá er Logi svolítið bara búin að fatta sko hvernig hann ætlar að vinna. Þeir fara aftur í gólfið, Logi nær mount og svo úr mount yfir í bakið og og bara flott lóta, bara mjög solid, örugg lóta hjá Loga og svo í þess að Mílos sem reynir að taka Loga aftur niður svo í þriðju lótu að þá er Logi bara komið með uppskriftina. Hann bara tekur hann niður, fer sömu leiðina af því að passa gard yfir í mount og mount yfir í bakið og bara, þú veist, bara skólabókardæmi 10-8 lótu þar sem að anstæðingurinn átti bara ekkert erindi en Logi nær að sökka einn Rinegi choke áður en að lótan klárast. Nice. Eins og hann spáði, sagði Gunnar signature move. Já, Rinegi bara. Hann myndi klára þannig, já. Hann sagði hann átti vonaði að, þú veist, að
veist, hinn gæðin verið wrestler, hann myndi skjóta á hann, sko. Já. Og svo planaði hans verið að streika svolítið við hann og svona að reyna að fá hann bara til að, þú veist, þegar kemi lélegt skot á fótunum, Já. þá reyna að ná bækina á honum og svo spáði hann að hann myndi klára það með Gunna special. Já, með Gunna special. Já. En það var alveg meira bara svona að leifa honum að taka sig niður, ekki leifa honum bara, maður leta hann alveg vinna fyrir því. Já. En maður var svona hissa, sko, að hann hafi náði gegn Loga. Já. En svo bara þegar það fór í gólfið, þá var Logi glímir bara, þú veist, hann glímir bara fullkomnar glímur. Þú veist, það bara einhvern veginn, hann alltaf með svör við öllu og gerir þetta bara eitthvað, hann gerir þetta svo vel. Og ég var bara að horfa á það, ég var bara, shit. Já. Veistu hvað hann búin að æfa lengi? Hann búin að æfa bara síðan hann var 10 ára eða eitthvað. Pjakkur, sko. Já. Sko, við náttúrulega fengum hann í podcasti og spurðum hann bóttið þessu. Já. Ég man það ekki. Nei. Ég þarf bara að hlusta á það aftur. Já, en hann er allan orðin bara fucking high level, mjög fljótt, bara mjög spennt fyrir hann. Já, ég meina, þú veist, það horfur að Loga, þú veist, ég held að hann sé tæknilega sé brúnbeltingur, eða ég held að hann sé brúnbeltingur, en hann er löngu farin að söppa svartbeltinga. Bara löngu komin að þann stað. Þannig að hérna glíman hans ekkert djók. Nei, ég veit. Það er mjög spennandi, þú veist, hann er bara 20 núna, þú veist, 25 ára UFC. Já, nákvæmlega. Bara... Þú veist, hann er líka bara fucking negli, hann fer út í hennan barda með engan þjálfara með sér en neitt, hann bara, og ég fer bara sjálfur. Það kemst engin þjálfari, ég fer bara sjálfur. Já. Hann bara gera það, bara tekur steina með sér, hjálpa sér að hita upp og vera með honum í hodninu. Einmitt. Þú veist, geggja. Já, svona gott, romantískt dúo, geggja hjá Steinari líka bara einmitt, já. Bara virkilega vel gert. Þannig að hérna bara, já. Ógeðslega flottur bardagi. Logi var ekki að tala um hann vildi koma aftur og berjast á Golden Ticket í september. Já, byrjun september sagði. Þannig að ég svona, ég ætlaði að sé ekki þarna fyrsta helgin í september. Sama helgi og Kate Steele, það lendur sama helgi senast líka, sko. Já, sama helgi og Kate Steele, sama helgi og Ljósanót og nefnileikamótið og UFC Paris. Einhvern veginn þurfum við að vera á 4 stöðum í einu. Já. Spennandi tímar framöndan. Já, einmitt. Ég hef ekki hugmynd við ætlum að gera þetta. Nei. Það var eitthvað, en mér veist Logi alveg svona það spennandi að það er ekki hægt að fylgja, bara vera ekki bara með stjörf augu á honum, bara þegar hann gerir eitthvað í búrinu, bara þegar hann stífur inn í búrinu. Já, nákvæmlega. Mjög gaman líka að þetta hafi verið í míningarnum að það var fullt borð af einhverjum svona fótboltaböllum þarna. Þannig ég var svona, sorry staka, ég fara að taka af ykkur fótboltan þegar að fara að horfa á Loga Geirs og allir ykkur, hvað? Logi Geirs? Svo kemur bara einhver ungur mjölnistrákur þarna inn og bara pakkar hérna einhverjum serpa saman og allir bara eitthvað, já ok, hvað hotshot er þetta? Það var hérna skemmtilegt að grípa eitthvað svona krát. Já, þetta fótboltakrát var líka bara eitthvað að horfa á UFC og eitthvað, já, einhverjir. Það elska allir bara það. Þetta er bara præmur og gott, sko. Já, það er svo gott fyrir okkur að ná að halda svona, þú veist, þegar er eitthvað fótbolti fyrir daginn svo mætu við og allir sitja áfram. Já, mér finnst líka bara gaman, sko, geta verið bara tekið bara, þú veist, káir Breiðablik af ykkur fólki og bara, nei. Þú ert bara að horfa á Loga Geirs. Það er ógeðslega gaman. Þannig að bara innilegar hamingjóskir. Já, mér fannst að það var eitt, sko, Logi vissi ekki að þetta væri day before weigh-in fyrir bara viku fyrir bardaga. Svolítið svona, þú veist, ballerína promotionið einhvern veginn að vera ekki búin að einhvern veginn gefa almennilegar upplýsingar þetta, sko. Það er bara miskilið eitthvað, þetta var day before síðast. Já, sko, málið er að Golden Ticket er haldið á sama stað í Wolverhampton. Ég held að það er ekki verið sama venue, sko. En Golden Ticket er bara með þannig reglu að bara amateurs fighter eru bara only day before, sko. Nei, hérna same day. Og pro fighter eru day before. Og þú veist, þeir eru ekkert að leyfa amateurs að kötta. Þannig að, þú veist, kannski bara hefur það líka eitthvað svona ruglað. Já. En samt svona, þú veist, að sé ekki bara réttar upplýsingar í boði, einhvern veginn frá promotioninu. Já. Gæti verið, sko, mér veist svo margt svona, það er margt gott þetta promotion versus eins og, að mér hefur þarlega hérna Goliath Fight Series í svona Golden Ticket gott, jú, það er margt gott í Golden Ticket fyrir utan venueið og upphittunarherbyggi sem þeir fá. Já, og dómaraskandal með Steinari senast og svona. Já, nokkulega. En ég meina það var náttúrulega bara, þú veist, dómari á heimsklassa, fattar þau? Sami og dæmdi Gunna og, þú veist, hefur dæmt milljón. Einmitt. Þannig að, en þú veist, mér spallar hérna flott, en það vanhagast eitthvað svona í tæknidildinni hjá þeim, skilur. Það er svona, þeir þurfa svona, þessi, svona auka 10%
til að vera svona á pari við Kate Steele, Golden Ticket og eitthvað Einmitt. að bara við erum ekki með eitthvað streymi á YouTube sem heitir, þú veist, Ballerina backup eitthvað Einmitt. maður svona eitthvað, að ég, þú veist ég var nýbúin að kaupa streymið þegar ég fæ bara herru, það virkar ekki en samt, þú veist, takaði peninga mér Einmitt. og svo bara, herru, hér er YouTube frítt á YouTube Einmitt. það var svona eitthvað, það er hálf kjánulegt eitthvað en þannig er bara lífið hérna já, hvað er Logi taki sko marga amensir bara Ég veit það ekki, það fyrir bara eftir hvernig gengur sko. En 3-0 ég held að hann mætti alveg taka allan að 3 í viðbót sko. já, Ég held að sé ekkert sniðut að vera að dreifa svo mikið sko. Nei, ég get bara segja hann að hungi amensir í svona 2 ári viðbót eða eitthvað Já og næri eitthvað belti að næri Ballerina að Golden Ticket eða eitthvað já, Ekki? jú, myndi það mikið sens já, það myndi mikið sens en mér finnst líka gaman sé, hann sé, þú veist hann er ekkert að hanga í saman promotioninu allan tíman, hann er kannski bara með þessi 3 promotion bara svona á okkur rullu, skilur Goliath, Ballerina og Golden Ticket en annars var hann bara tekur það sem gefst og mjölnir er svolítið í því bara einmitt en annars mega nú einhverjir klubbar að fara, þú veist, spánar eða eitthvað þannig að var nú pínu aðeins að krydda upp á tilvöruna sko. Já, okkar tvekja Já, nákvæmlega, ég segi það nú með mjölnir, please aðeins að spice it up Já, það verður snið En Reykjavík maður náttúrulega núna er að fara að senda einhverja stráka hérna á Fightstar sem verður í London þannig að það verður eitthvað partí okkur þar sko. Já, verður það í London? Já Þannig að það er kannski það er gaman að koma aftur til London Mér finnst London ofmyndin borg Já, ég er bara langar að sjá meira sko. Maður sá svo lítið að maður poppar bara upp einhvers staðar og maður er bara svona, já, hérna er þetta hús svo fer maður niður, poppar upp einhvers staðar annars staðar, þú gerir ekkert grein fyrir þú ert bara í einhverju svona einhverju völundarhúsi, fattar þið? Nei, já, þú hefði náttúrulega komið til London áður fyrir við fórum að Gunna Nei, einmitt Já, og nú erum við undergrándi gett mikið Já. Það er eins og þú segir, maður er bara svona niður í undergrándi og bara popp poppa bara upp eins og Super Mario og bara, hvað er í gangi í þessu borði? Já, það er mjög sann Ég hef ekki aldrei hugsað um þannig en já, endilega bara ógeðslega stór borg Ég sá ekkert af því sem ég hef svona þekki úr pop culture þú veist, eitthvað Big Ben eða Buckingham Palace eða neitt sem ég, þú veist, ekkert sem að ég svona einhver, hvað segir maður svona kennileiti eða neitt, sá ekki neitt að Þú verður nefnilega bara að fara þangað þú verður bara svona fara niður og poppa upp það sem það er Einmitt En svo finnir svona að maður þarf svo mikið að gera það viljandi sko Það er svona, já, annars bara sér maður ekkert af þessu klassíska sko Gaman að þessu Herri, talandi um eitthvað sem er gaman að það var mjög gaman að UFC helgina Já Það var líka haldið í míningarnum Einmitt eða það var hægt að horfa á það í míningarnum Back-to-backs viðburðir, 2 helgar í röð í míningarnum veistla er þetta er bara komið til að vera maður Já, mér finnst ógeðslega gaman að horfa á Fight Nights á míningarnum þegar menn eru svona mæta og það er svona þú heyrir svona öskur og svona á næsta borði menn ekki síðan að fá sér, það er alltaf að tippa Já, verið að halla sér við hinn básin bara, já, eru þið með þennan og þennan? Já allir einhvern veginn svona klóðin sér í hendinni í ykkur tippfík alveg svakalegt sko Já, ég var bara hemorrhaging money á þessu kvöldið Já, þú veit ekki ekki mér í það maður Ég þarf að fara í ykkur pásu meðferð Já, einmitt, það var bara minn maður Dangerous Davy Grant sem vann smá pening tilbaka fyrir mig Já hann var huge underdog, ég held að fengi 3,5 á moneyline fyrir hann sem bara, ég held ég var að kasta penningum frá mér út af því að Damon Blackshear er fucking góður og við veitum það en, þú veist Davy Grant er bara svo mikill fighter ég er bara, þú veist, hann vinnur einhvern veginn þess að gauðra þó þau séu kannski teknilega séu betri og hann vex alltaf svo vel inn í bardagan og í 3. loti þá sérðu bara hvað hann finnst gaman hann og hann svona sem í urrar með höggunum sínum og þú bara svona sérðu að hann er bara svona til í fightin sko. Já. Sem að kannski svona ungi tekníski gauraði þeir bara svona hafa ekki að lenda í Dangerous Davy sko. Nei, þeir urra ekki og þeir eru ekki til í fightin þeir eru bara þeir halda þessi kollaslagur Já, ég segi svona en það er stemming í Davy Grant Já. Það er bullandi stemming í honum sko. Já, þannig að hann bjargaði kvöldinu fyrir þið Já, svona peningalega séð Já. Þá kem ég út í aðeins minni mínus Ég skili ég er ekki með að horfa á prílumskaldið en það er eitthvað performance of the night bónusa sem fara þangað Stephen Wynn, maður, god damn
hvort þetta var ekki bara, ég held að það hafi verið sko debut hans í UFC en hann var búinn að fara eitthvað, þú veist, oft í gegnum Contender Series og það var alveg svona smá hæp fyrir þessum gæja, þú veist, þetta er góður og svona búinn að fara smá svona erfiða leið að UFC en hann kom þarna og setti meti fyrir flest knockdowns í UFC bara það og ég var sko, ég var með hann by decision okay. og þegar hann sló hann niður bara í 4. eða 5. skipti í fyrstu lotinni maður, þú veist, ég var bara, þú veist, ég var orðinn svo sveitur sko, þú veist en bardaginn endaði dómarinn stöðvaði þetta eftir aðra lotu af því að augað á hinum gæðinum var bara, ég var aldrei séð stórt kýli fyrir neðan augað á neinum sko, bara alveg complete shot á honum Muhammad einmitt svona háðana en allan að hann sko ég var bara þarna þú veist bara, please, leiðu bara að halda áfram maður þetta er bara by decision, þetta mun lenda það var alveg góður stöðl á sig ég held ég að sett 50 undir og svo heyri hann segja bara I could lose my eye og ég bara fuck your eye maður það snýst 50 þetta já, þetta er ekki fighter á ekki að vera að segja oh, what about my eye get in there fuck your eye go and get my money sko, gæir með svona hann er með svona kýli og auðvitað bara að svona við það dætt út þetta grínast það? Nei, ég var bara innan það og sækti peningana mína já hvað með svona fighter safety þú er mest crooked ass dómari ég væri alltaf að betta á þetta já, nákvæmlega bara, nei, þú ert góður helt góður sérðu, nei, það þarf ekki að sjá sérðu ekki alveg með hinu augana jú, go, let's go lokaði þið bara, gerði bara svona sér herri, en það var búið að vera svona menn voru ekki alveg vissir hvort að hvernig það færi milli Robert Whittaker og René Dritter René Dritter næði splitt sigri gegn Robert Whittaker í svona, má ég segja þetta hafi verið leiðilega partæði? Nei, sko þetta voru leiðilega Championship lotur 1 og 3 voru skemmtilegar og og var alveg eitthvað fram og tilbaka mér fannst, var það ekki fyrst á mér fannst Robert Whittaker taka fyrstu lotu svo René Dritter, svo Robert Whittaker svo René Dritter aftur, þannig að 5. lotan, það var allt undir það var 2-2, leiðin í 5. lotu þannig maður hélt svona ok, þetta hlýtur að vera skemmtilega lota báði menn bara komnir, bara þú veist þeir eiga báði séns, en einhvern veginn, mér fannst þetta bara eins og Robert Whittaker bara, ég veit ekki, sko, ég held að hann hafi bæði ekki átt nóg á gastangnum og bara ekki nóg eftir af hundinum það var mín tilfinning á Robert Whittaker í 5. lotu sko. Þú veist, ekki bara hann var þreyttur, þú veist, það er allir þreyttir í 5. lotu en einhvern veginn Robert Whittaker fyrir nokkrum árum held ég hefði sýnt mér í hjarta og svona bara vilja alltaf klára þú veist, það var hann til að vinna það það var allt undir í 5. lotu ok, það er enda rétt hjá þig sko, þú veist, það er ljótt að segja að það er leiðinlega barðaði per se sko en síðustu 2 lótunar, 4. og 5. voru leiðilegar er það ekki þannig annar lótu René Dritter slær Robert Whittaker niður í annar lótu sláður ekki báðir hvort annan niður eða eitthvað mér minn eins og Robert Whittaker byrjaði aðra lótu fyrir eitthvað vel og svo stelur Ritterinni hvort það var knockdown eða eitthvað ég ætla að fletta þessu upp þetta lifir ekki nógu vel í minningunum minni nei komst upp með okkur að við vorum að fá okkur á minningarnum þú varst að fá þér? já, það var bara ég þú er enga afsökun já, ég er bara saklaus Robert Whittaker slæra niður í 3. lótu já, ok já, þetta var 3. lótan og Whittaker var kannski næst í búin stelinni en náði ekki stelinni samkvæmt neinum dómara og ég var líka á því að hann hafði ekki náði stelinni sko. nei þetta var svona skemmtileg barðagi svona upp af því en mér finnst René Dritter gerir ótrúlega mikið af mjög gáfulegum hlutum á bakinu það lendur undir ég held að það sé erfitt að klára hann með ground and pound hann er mjög duglegur að sækja sko overhookin yfir hægri hendina og ef hann er ekki með overhookin yfir hægri hendina þá er hann að tóna niður hausinn, hann svona klinsja hausinn og svo stendur hann upp með Robert Whittaker og er með 2-on-1 á hægri hendina hans þegar hann stendur upp skilur þannig að
þú veist, Robert Whittaker alltaf rosalega bundinn í þessari ground-and-pound-stöðu og þegar Rennie Dritter að standa upp. Þannig að hann rosalega góður, finnst mér, að svona passa að taka ekki of mikinn skaða í þessum ground-and-pound-stöðum. Sem að eitthvað sem að ég hefði kannski ekki tekið eftir áður hjá honum, en ég var mjög impressed með svona varnartilburði hjá honum á bakinu. Já. Þegar hann compromised. En rosa mikið svona að sigla undir fætur og svona vera ekki bara, þú veist, shelling up hérna. Hann alltaf, þú veist, annarkvæmt hausinn, þannig að þú ert bara með ómriðt body posture eða ert að losa hendina og þegar það ekki að gerast ef þú svona reisir þig við, þá siglir hann undir fótinn, hótar einhvern fótalósum, getur mögulega fellt þig. Það alltaf eitthvað í gangi, sko. Það alltaf svar við öllu sem anstæðingun hefur. Og líka einhvern veginn í klinsinu, góður klinsinu og ég var eitthvað, menn voru nú búin að tala klinsið hans eitthvað fyrir þetta. Hann alltaf tók Bo Nickal svolítið illa í klinsinu. Ég held að það hefði bara verið Bo Nickal, þú veist, að vera lélegur. En hann kannski alveg, þú veist, þetta alveg gæði sem maður gæti farið að stríða hvernig sem í þessu deltaða? Nei, ekkert hverjum sem En mér veist einmitt svona mileage á Whittaker Whittaker að reyna að gera eitthvað svona second run að titlinum sem að ég persónulega hafði aldrei mikla trú á að þetta second run dæmi var að fara að ganga upp hjá honum en, þú veist ég get ekki alveg séð það Nei Mér finnst líka svona með strækingi að það lúkka svona smá klunnalegt sko. En mann finnst DDP líka lúkka klunnalegur. Ég veit að sjá það berjast. Að með þetta sama að þú veist mun það virka alla leið upp á þú veist, mun hann bara halda áfram að vinna. Þú veist, á þessum tímapunkti í ferlinum hans DDP, þá voru við bara já, veist, þetta, hann má bara mæta þessum, þú veist, svo lendir hann á vegg, fattur við. Svo hann bara, veggurinn ekki ennþá, hann ekki búin að lenda á svona vegg sko. Það gæti verið sama með lenda vegg þannig splittið sér sem svona okay, DDP lendi líka svona smá á vegg með Sean Strickland að þú veist, margir voru á því að Sean Strickland að unna hann, þú veist sem kannski ekki, hann var champion en samt svona kannski, þú veist hann ekki alveg kannski svona elite top level þú veist, hann er góður það smá hefni, en ég held að þú veist þá eftir að uppfæra rankings, en ég held að Rennie Dritter, þú veist, hann kemst alveg mun herra upp sko en þú veist, með að við hvað Paulo Costa leit vel út síðast Paulo Costa sagði líka bara ég myndi róta þennan gæja sko Já, ég held að Paulo Costa myndi smóka þú veist, persónulega með að við sko lappaspörkin og og svona hvað Rennie Dritter ofta svona vandræðilegur eins og þegar Whittaker var að kasta beinni hægri og hann svona bakkar alltaf eitt skref og fer, þú veist hann gæja sem hann svona hallar sér aftur og sýnir kjálkan í leiðinni þú veist bara, hann svona tekur augað af andstæðingnum og mér finnst svona eins og að gauður eins og Paulo Costa myndi alveg nýta sér þetta þannig að, og með við output í Paulo Costa þannig að þú veist þannig að ef Paulo Costa undirbýsir fyrir smá clinchwork þá líður mér eins og það bara djöfis vesen sko þannig að þú veist, kannski veggurinn þar, kannski veggurinn bara í 11. sæti þú veist, 2 sætum fyrir ofan þar sem hann er núna en þú veist, kannski, þú veist en ég veit að hann takir gauður eins og Roman Dolidze þú veist, smókja hann en Robert Whittaker var í 5. sæti og ég held með þess að Israel Adesanya sem að viktaði inn sem backup fyrir hann að barða Gerði hann það? Já, mér skilst það, ég las það á að ég myndi halda hefði Issi barist við Whittaker ef Dritter hefði dottið út Já, anskoðin hafa ef þetta er rétt sko Já, ok Instagram hefur logið að mér sko ég er bara svona þetta er ekkert major news þannig að sé sko Mér finnst þetta bara svo, þú veist, það góði vinir að svona, ef þetta er ekki på titilin þá myndu þeir ekki vera af því sko ég hefði haldið það sko Það er rétt hjá þér en ég las það ekstra Já, ok en annars held ég að, þú veist, Dritter geti smókað marga sko en þú veist, minnst þess á Bo Nickal á hann Bo Nickal er samt bara lélugur þú veist, þetta var ekki bara eitthvað Dritter var góð Bo Nickal er bara lélugur og var bara ógeðslega mikið frótchekkaðar hann þannig ég held mér svona við það ef þú fengir að playa matchmaker sem þú ert alltaf mjög góður í hvað myndir þú gefa Dritter eftir þessa framstöðu? Sko, það fyrir eftir hvort við viljum koma nú fyrir kattana eða þú veist, eða hvort við eigum að reyna að þú veist, byggja upp ferilinn hans
þú veist, að það væri að byggja, hvað myndir þú gera? byggja ferilinn hans þú veist, hann náttúrulega komið núna bara í 5. sæti en þú veist, þá til dæmis Roman Dolidze eða eitthvað, þú veist, það annar gæði svona fyrir miðjadeild, það var örugglega mjög fínt sko. Þú veist, ég held að til dæmis Anthony Hernandez erfiðu bardagi samt svona gæði miðjadeild sko. Og þú veist, eins og þú segir, Paulo Costa ennþá neðar held ég myndi taka hann sko. En þú veist já, og svona þeir sem eru fyrir ofan hann held ég að séu, ég held að hann geti tekið Sean Strickland öðru sæti, ég held að Derrida geti alveg tekið hann sko. Sean Strickland komin í keppnisbann. Já, nákvæmlega. Það hlýtur svona að vera sko, þú veist, þau getur alveg barist í Abu Dhabi samt. Hann í banni frá Nevada State Athletic Commission. Ég veit ekki hvort það hafi áhrif á öll Bandaríkin, en það er pottþétt hægt að setja eitthvað saman í Abu Dhabi ef viljinni fyrir hendi sko. Já. En þeir þurfa þess kannski ekki bara. Þeir grilla að para saman eitthvað Reinier de Ritter og Sean Strickland í Abu Dhabi. Já, einmitt. En Chico Nevada Athletic Commission þá eitthvað powerless gegn UFC þegar þeir bara eitthvað svona... Það getur samt alveg vel verið að, þú veist, að þetta muni það bara, þú veist, UFC sé einhvern veginn skuldbundið að, þú veist, ef þeir setja einhvern veginn bann þá er hann bara í banni. Það getur vel verið. Já. Mér finnst líklegt að ykkur fæt, eða svona eins og er í boxi, skilur, svona ólympísku boxi, að þú tilherir eitthvað ákveðnu sambandi, eins og kannski svona Strickland bara tilherir þessu sambandi og þeir sjáu þá með eitthvað pappisvinnu fyrir þig sem ekki endilega sama komissjón og eins og hérna Sarah Bullet þú veist, hann þarf ekki að fara ekki inn í Bandaríkin, hann er kannski bara einhverju aðri sem manager hans pappir á hans velferð mér finnst það líklegt að það væri eitthvað svona þannig pappisvinnu þarna bakvið sko þeir stela bara að skoða það en þú veist, ef að Sean Strickland getur svo bara farið úr landi og keppt eitthvað svona annars staðar og það er bara allt í úti þá er þeir nú svona andsmikli ræflar þannig úti sko verði að segja. Já, þetta lítur að hafa einhverju meiri afleiðingar. Já, en ef þú er að fara að koma hann fyrir Katlaneb, honum Derrida sko, þú veist, og ekki einn af þessum efstu. Já, bara top 10. Top 10, sko, ég held að Anthony Hernandez er erfiður. Já, ég held að hann geti tekið Brendan Allen, ég held að hann geti tekið Roman Dolidze, ég held að allir samt fyrir ofan það eins og Cannonier, Borraio, Israel Adesanya, þeir verða erfiðir, sko. Hann gæti tekið þessi samt. Já, hann geti tekið þessi. Ég sé náttúrulega bara skugginu svolítið, sko. Já, og þú hefur þá trú á Jared Cannonier? Já, ég hef trú á þessum kröftugu strækurum, sko. Þú veist, Imavov, Borraio, Cannonier, þú veist, ég hef trú á þeim, sko. Og Paul Costa. Já, make sense. Vittikar búinn, leggja hanskuna hilluna. Þú veist, ef hann vill, já, tætlurinn er búið. Ef hann vill reyna að búa til einhvern pening, þú veist, þá er það bara, þú veist, kærkomið. Já. En það er engin ástæða fyrir hann að vera að leggja þetta á sig lengur, sko. Nei, við erum alveg saman því, sko. Hann sagði, þú veist, hann á einhver ár eftir, sko. Hann geti alveg átt fína feril, hann geti farið, þú veist, þetta er nákvæmlega á Dustin Poirier sagði. Dustin Poirier sagði, þú veist, mér líður ennþá vel, þú veist, ég gæti alveg barist fleiri gauðra á topp leveli og þú veist, átt einhverja geggja barda og jafnvel unni einhverja stóra sigra en bara þú veist, bara tollunum sem það mun taka og líkaminn er ekki þess virði. Þú veist, Poirier talaði bara að þú veist, hann langar eignast annað barn og bara vera meiri fjölskyldufæðir og þú veist, bæði tollunum bara tíminn sem tekur að þjálfa sig fyrir þetta og bara tollunum sem að tekur á líkamann að fara inn í búrið og fara í stríð, fattar þau. Þannig að þú veist, ef þú ert búin að missa sjónir af titlinum þú veist, og átt nóga pening þá bara held ég að sé voðalega erfitt að finna hungri inn í sér til að halda áfram. Ég hef búin sammála því, sko. Já, ég held að þessi óþarfi fyrir hann að sko, þetta tætir hann í búið óþarfi fyrir hann að vera bærast við eitthvað topp 10 gauðra ef hann vil unnifórstu gaman að berjast og eitthvað, hann er ekki bara eitthvað spann og þetta dæmi skilur hanga bara þá í einhverju gatekeeper stöðu, eitthvað svona topp 10 listi eitthvað. Nei, veist hvað, mér langar að sjá hann gera. Mér langar bara að fá hann á mækin. Ég held að hann væri bara geðveitt skemmtilegur sem kommentator eða eitthvað svona í útsendingu, þú veist, eins og margir eru, þú veist, þú veist, ekki að kommentator sjálf um fætin, þú veist, eins og Anthony Smith og alls svona gaurar, þú veist, eru, þú veist, eitthvað svona millið að tala og eitthvað. Þú veist, ég held að hann er skemmtilegur í eitthvað þannig, sko. Já, ég er sammála, ég held að það væri mjög gott, sko. En svo er hann líka, hann er með eitthvað Twitch stream, þar sem hann spila tölvuleiki.
Já, ok. hann getur bara grænt, hann getur haldið áfram að gæða góðan penning á því Já, nákvæmlega. ef hann er kannski bara að kremja ykkur pulsur í UFC og heldur sjálfum sér svolítið relevant þar Já. Því að hann getur ennþá selt hann getur ennþá selt hérna kvöld og barða Já. í hans stöðu Robert Whittaker á móti Vettori eða eitthvað, það geti verið einhver svona fætt, þú veist. Já, bara ekki Líka hann vill kannski taka einni viðbót að minnstakosti til að geta bara enda á sigri. Komst þetta nálægt að ná sigri, það munaði ekki miklu. Og vill hann... Ég ætla að sleppa þessum championship rounds. Við erum bara að taka, þú veist, 3 lóti bara það, halda sér tildulega relevant, fá cash, halda streyminu sinu lifandi og relevant, og en reyna bara að fæla í ykkur svona kommentarstöðu. Já. Þannig ég sé það svolítið fyrir mér, sko. En þú veist, hvað veit ég þessu? En herru, Peter Yan buffaði Marcus McGee. Má ekki segja hann segja hann bara buffa hann? Mér fannst sko Marcus McGee eiginlega bara vera að vinna bardaðan, þú veist, fyrir helmingin ánum sko. Þú veist, allan að byrjaði betur, ég veit ekki hvort hann hafi endilega, þú veist, tekið fyrstu lótuna, en mér fannst hann svolítið að vera að hitta Peter Yan í byrjun og ég man bara í, þú veist, eftir fyrstu lótu, þú veist, Peter Yan er svo vanur að vera í 5 lótu bardöfum og hann er svo mikið svona downloadu upplýsingum í fyrstu lótu, svo vex hann alltaf gett mikið inn í bardaðana og svo bara, þú veist, virka menn oft bara týndir á mótunum þegar hann er komin, þú veist, í grúið sitt, en þú veist, hann er svo vanur í þessum 5 lótu bardöfum, þannig að maður hafði svona smá áhyggjur að hann væri að taka of mikinn tíma, því að, þú veist, leið og tekur of mikinn tíma í fyrstu lótu og missir hann frá þér, þú veist, þá er þetta orðin svolítið brekka. En svo var hann bara geggjaður, þú veist, tók alveg yfir í svona annar lótu. Vann hann ekki 30-27? Ég veit ekki. Sko, statlega séð, að því finn ekki skórkortsin, síðan leikur niður í allan hjá mér. En statlega séð, þá hittir hann 22 höggum af 43, en Marcus McGee 22 af 55. Þannig gæti samt verið sko... Allir dómarar gefa Marcus McGee fyrsta lótu. Ok. Þannig að hann bara hitti betur en slær minna. Já. Hann hitt betur, já. Ég held bara að Marcus McGee hafi hitt meiri bombum í fyrsta lótu. Hann náði alveg að stönna hann einu sinni allavega. Þannig að það er heldur sér það sé alveg að damage frekar en streikantið þarna í fyrsta lótu. Þannig að þú veist, Marcus McGee mætti alveg bara til í að svinga með honum, sko. Já. En svo kemur sko Marcus McGee í annari lótu, slær 93 högg og hittir 34. Bara hversu, þú veist, kannski bara ákveðið testamentum hversu þétt vörnin hans Peter Yan er. En Peter Yan slær miklu minna, hitti miklu betur, hitti 33, en Marcus McGee 34. Þannig að maður svona... Peter Yan er með svo gott gard, við vorum með að tala með þetta míningar, bara munið það núna. Hann bara, hann tekur þetta bara gardi og bara, veist, þetta er svo smúð, þú veist, hann hreyfir alltaf bara svona smá með þessu, þannig að þetta er ekkert vont og, þú veist, skila hann alltaf meira tilbaka. Já. En svo verður það að vera alveg búinn í þriðlótu, Marcus. Þú veist, hittir 8 af 22. Það fer mikil orka að missa svona, að þú veist, að vera kíla og fá ekkert fyrir það, sko. Slær 93 svar, það er ekkert fyrir þetta. Bara hvað, þú veist, hvað það er svolítið grimt, sko. En það held ég líka bara að Peter Yan bara lúkki miklu meira calculated, þú veist, í augum dómarana. Já. Þú veist, þú getur ekkert bara verið að slá í gardaðans og halda og setja að vinna bardaðan, sko. Þannig að Peter Yan er svona eitthvað... Peter Yan er að gera rauna að tillinu núna, sko. Það er alveg klásmál. Já, er það tillurinn? Já, það er klásmál. Hann er bara, þú veist, hann er bara vintage, þú veist. Hann tapaði 3 í röð, núna er búin að vinna 3 í röð og þú veist, það er bara, þú veist, hann er bara næstur í Merab eftir samtökin, en það ekki? Á Úmar að fá hann að skoti, eða? Úmar að lúka eða ekkert. Nei. Ég held að Peter Yan sé næstur eftir samtökin, sko. Já. Bara, þú veist, geggja rönn, 3 sigrar á móti 3 sterkum gaurum, sko. Þannig að, þú veist, hann er bara komið tilbaka. Hann mistek sig aðeins, þú veist, 2 splitt töp og svo tapa móti Merab sem að vinnur bara alla. Fattar við? Þannig að, þú veist, það var bara, þú veist, svona er þetta berjast á toppnum. Þú fæði bara drullegur að bardaga. En nú er hann komið með 3 sigrar, lúkkar óslaflottur. Ég vil bara sjá hann í 5 lótu bördum. En svo þú segir og vilt bara að Robert Whittaker taki 3 lótu bardaga. Það er öfugt með Peter Yan, sko. Peter Yan á að vera í 5 lótu bördum. Já. Ég er svona tildulega samlegaður.
Ég held að funkeri best þar, sko. Já, hann er svo góð, þú veist, þegar hann getur leyft sér að slaka á í fyrstu lótu og bara meika rítin sín, þú veist, þá tekur hann alltaf yfir og vex alltaf svo vel inn í barðana sína. Þú veist, þetta var kannski meira svona panik, svona, fokk, ég tapaði fyrstu lótu, þú veist, við þurfum að virkilega að taka næstu lótu, fattur við. Já, það make sense. Þannig að Peter Jan bara komin tilbaka, komin til að vera. Ég er alveg sammála því að megi fá tilskot. Já, og sérstaklega ég veit ekki, ef að Sandhagen vinnur á Merab þá að fá immediate rematch, verður hann ekki að fá immediate rematch út af hann er svo dominant champ? Jó. Já, þó hann tapir. Jú. Ekki nema Sandhagen bara eitthvað smókan og rótan og bara í fyrstu lótu eða eitthvað. En ef þetta verður decision Sandhagen, þá verður við að gefa Merab það, eða ekki, aftur. Jú. Þá það Peter Jan bara að býða að taka einhvern annan í mildtíðinni. Já. En annars finnst mér sko mér er bara svo flekklaus eitthvað, þú veist, hann hefur eiginlega alltaf glímuna og það er einhvern enginn sem har sjens í hann í glímunni. Nei. Þannig svona, þú veist, hvernig sér þið Sandhagen að það mér að fara? Mér langar að segja Sandhagen. Já. Hann er bara svo geggjaði strækir og velrándið. Ég veit það, þú veist, og mér finnst líka alltaf svo leiðilegt að horfa á þessa Merab Dvalishvili by decision bardaga, sko. Ég kom með nóg aðeins, sko. Mér langar einhver vinnan, sko. Ég elska karatinn, ég elska Merab og óslega skemmtlur og hvað hann en þá finnst mér bara svona bardaðan að verða það bara smá leiðilegir. Já, eða þú veist Þannig er ekki kannski, stútamönnum, þú veist, hann er bara að vinna. Ég æði einu svona crossfit og ég elska bara að horfa á crossfit og ég elska að sjá Merab bara taka menn bara í ykkur human crossfit æfingu og bara, þú veist, bara clean og jerka þá, skilur. Já. Basically. En já, ef að Sandhagen vinnur og þá fær Merab immediate rematch og þá getur við bara látið Peter Jan og Umar Nurmagomedov taka bardaði upp á number 1 contender spot. Já. Það væri eiginlega bara perfect scenario fyrir mig, sko. Alveg Umar og Sandhagen. Nei, ef Sandhagen vinnur Merab, við fáum þann bardaði nummer 2, þú veist. Já, Peter Jan og Umar taki. Og Peter Jan og Umar berjast þá fyrir number 1 contender spotið til þess að vinna, til að mæta sigurvegarunum í Merab 2 hjá Sandhagen. En annars er það bara Peter Jan og eftir Sandhagen. Já, ég held það. Já, ég held það sanngjarnt. Ef Merab bara gerir það við Sandhagen sem hann virðist geta gert við hvert sem er, þá er bara Peter Jan næstur, held ég. Ég held samt að ef einhver getur sko outsmartaðan. Já, outsmartaðan. Nákvæmlega. Svona eina sem var ekki nógu smart í outsmartinu hans Sandhagen móti Umar var að vera alltaf að gefa honum bakið. Hann var alltaf að rúlla, gefa hann bakið og losa hann á bakinu en tapaði á því að vera alltaf tekið niður. Já. Bara, hann hlýtur að vera lært af því og hugsa með að segja, ok, ég get ekki gert þetta á móti svona decision vél, vera alltaf að gefa hann bakið. Þannig að ég hef verið náttúrulega lúmska trú á því að Sandhagen svona outsmartan einhvern veginn. En samt ekki. Nei, hann bara fyrir enda bakinu og bara eitthvað. Já, þetta verður eitthvað þessum. Bara það verður erðilega snáðum eins og græðar hundur, hann gerir alla. Já, og við elskum þannig bara það. Já, ég veit. Ég elska gröðu hundana. Erum við talandi graða hunda? Við á míningarnum. Þú á míningarnum? Ekki við? Já, þú yfirleitt. Þú alltaf. Ég held að ég hef bara aldrei á æfinni verið graður á míningarnum. Ekki? Nei, ég held ekki. Annað en þú, ég dog. En talandi graða hunda. Þú, Sharra Magomedov og Marc-André Barriault. Fight of the night. Var það bara flugðlýsning eins og þú hélst? Áttirðu von á því að Marc-André Barriault myndi vinna Sharra Magomedov, koma hann þér á óvart? Eða var það bara another day at the office fyrir Sharra? Sko, ég held að Marc-André Barriault myndi vinna hann bardaga. En ég held að myndi bara klessa hann upp í búrinu og ná einhvern takedowns og veist, þetta er bara óslega erfið bardagi fyrir Sharra. En hann ákvað bara svolítið að standa með honum. Og það voru oft tækifæri fyrir takedown. En hann bara... Ég er ósammála þér. Eða það? Já. Þú veist, sko, ég held að þú sett að hugsa með tippinu. Ha? Marc-André Barriault með tippinu? Já. Þú varst maður tippa á þetta, ekki? Já. Hugsa með tippinu. Já. Þú varst að hugsa þetta í gegn tipp. Já, þú veist, ég tippa bara á það sem ég hugsa, fattur þú? Nei. Hvað meinar? Þú hugsa það sem þú tippar. Það. Gerir ég bara eitthvað tipp og svo bara finn ég ástæðar okkur að það geti mögulega að virka. Já, bara, þú veist, Marc-André Barriault var ekkert eðlilega illa barinn með enga fætur í þriðurlótu og þú varst bara drunk as fuck, kallandi eftir einhverjum takedowns. Og ég bara,
þú veist, Það takedowni var þannig bóði marg oft. ég er ósamlega. Það? Já, ég er ósamlega. Menn með að kommenta á YouTube-unu hvort að takedown að verið til staðar. Mér fannst það ekki. Þú varst líka alltaf að kalla eftir eftir ykkur skoti, bara double leg takedown. Já. Bara Það var oft í hreyfing- boði. Nei, sko, Shara er ekkert eðlilega góður í því að halda distance, taka sidestepi til hliðar, þannig að þú veist, og þegar þú gerir það, þá finnst mér svona double leg takedown ekki verið til staðar, og svo leið og þú svona hættir að eldan, að þá hættir hann að hreyfa sér til hliðar, tekur vinstaskrefið og sparkir lappirnar. Þú veist, og það kom á spörkin einhvern veginn. Já, og líka það var, þú veist, maður sá alveg þetta spark, þessi low kicks urðu vandamál snemma. Já, markandir bara alltaf alveg búinn á því í annari lóti. En var planið hans bara að stræka? Örugglega ekki stræka og keyra hann upp í búrið og láta ykkur á olbúa og þetta svona hálfgjörst dirty boxing olbúa, svona eins og þegar hann rotaði Bruno Silva. Hann var eitthvað samt að ná alveg, þú veist, þeir voru eitthvað að klinsa og hann var alveg að ná einhverju successi í klinsinu á mótunum, hann var að lenda einhverjum uppgöts og eitthvað. Já, mér finnst það að vera svona, mér finnst það að vera besta staðan hans Barriolt. Besta staðan hans Barriolt er bara með svona 10 cm á milli. Saman eins og þegar hann svona, ég held að hann hafi nefbrotið Shara. Já, hann þarf að fara í aðgerð. Já, en það er bara því að, þú veist, Shara stígur inn, hann stígur inn og það er bara mjög lítið distans á milli þeirra þegar að Mark-André Barriolt smellir hann. Já. Hélt í smá tíma að hann myndi klára þetta. Ef hann væri með aðeins meiri tank, þá hefði hann mögulega klárað þetta. Ef hann hefði Þetta getað var bara í fundið- fyrstu lótið, ekki? Var það annar? Nei, annar lút. Já, ok. Já, ég teist að þú heldur að það verið fyrstu, þú varst orðinn svo fullur. Ég var ekkert það fullur, hvað er þetta að ljúga fólkinu? Ég held ég að fengi mér svona 3 bjóra. Og töfrateppi. Já, reyndar. Já, var eitthvað fleira kannski. Eitthvað fleira sem var allt viðurkenna fyrir hlustundum. Nei, ekki bili. Nei. Bara, Ég var bara feskur. þú varst bara feskur. Þessi dama sem var með þér, Bítu. sparkaði hún í alveg í hausinu þér. Já, reynda. Hún reyndi það. Já. Hún gata alveg, ég bara þurfti að blokka það. Já. Ég bara, mér finnst því krakkarnir verið farin að leika ykkur svo vilt á þessum datinga. Við krakkanir? Já, ok. þið krakkarnir. Nú, ok. Þú mæti bara eitthvað, hann bara sparkaði í hausinu á mér. Já. Já, mér finnst það ekki vilt. En mér finnst vilt að taka upp podcast þætti á datum. Hvað er það að segja? Herru, þetta er ekki dating þátturinn. Það er 15 lótan After Dark. Er heitinn inni eða? Shit. Herru, Shara Magam, Þú getur bara skotið á mig og hans að fá skotið bæka. já, í fullkomnum heimi. Flottur sigur, Shara Magam. Ég var hissa að dómarinn gáði þetta ekki 30. Jú, þetta var 30-27 allir. Allir. Einmitt, já, jú, það Hvað skotið. er það samt? Er það bara eitthvað svona Abu Dhabi Judge Club eitthvað? Já, er það ekki? Ég meina, þú veist, Andrew hlýtur að Barriolt vinnur vantarlega aðralótu, Já, hann sko smýr á honum nefið. einmitt. Bara Shara Magomedov hefur aldrei litið svo illa út. Ever. Og ég skil ekki hvernig þú getur ekki gefið Mark-André Barriolt aðralótu fyrir damage. Einmitt. Já, Hvað er fett að það? ég veit ekki. Það voru líka bara allir í sjokki með það á mínigarnum, sko. Já. Nefnilega. Þannig að ég svona, já, þetta kannski kennir manni bara að tippa alltaf á Kazakhstanna og Rússana. Að ef þú farið yfir meinuvendið og tippa á alla Rússa, Kazakhstanna, Úsbekista og eitthvað svona, það er bara grætt hellingspenning. Já, það? Já. Eða fyrir utan sæt nú Magomedov. Já, þetta. En hann er ekki á meiningartinu. Ég betta hann. Já, ég líka. En hann er ekki á meiningartinu, sko. Þannig að þú veist, ef þú farið þá leið, sko, það er svona svipað þegar maður er að tippa á frakkakvöldin. Það er eitthvað í París, maður svona, já, þeir setja bara alltaf frakkan á seðil og segjum þetta gott, sko. Já, þeir vinna bara með nutshot KO. Já, nákvæmlega. Er hérna, Said Nurmagomedov, ekki fínt að segja inn í hann. Ég horfði á fyrstu lótuna heima, þegar ég var að bíða eftir þeir eru sóttur, svo var ég keirinn á mínigarðinn, og bara svona, tilfinningin mín var bara Said Nurmagomedov með þetta. Ég er bara að vinna fullt pening. Og svo þegar ég mætti nýr mínigarð, þá sá ég að Bryce Mitchell hafði henni barðan. Ég veit ekki alveg hvað gerist. Nei, ég hef eftir að horfa hann bara það. Já, ok. En ég sá bara alveg í lokin á þriðju lótu.
þegar ég var svona tún inn að því að það var hérna, ég var að fylgjast með Loga á þessum tíma en þeir voru bara eins, það sem ég sá skilur, þá voru þeir bara eins og 2 hamstrar hérna í gólfinu að hamstrast. Já, hérna, Bryce Mitchell sagði send him to Arkansas 2-3 years and forget. Vel gert. Það sagði einn af maður ekki með þetta verið náttúrulega sko, hann ekkert þannig fætir. Veist, nei, betur nú ég að fara hérna ruglunum móti Safid. Hann er hérna... Já, ég fann það sko, ég að slá saman mönnum. Hann ekki hérna geitamaðurinn. Safid Nurmagomedov. Nei. Þetta er Nurmagomedov sem er meiri striker heldur en wrestler. Allir hinnir eru wrestlerar. Já. Þetta er þessi gæi er hérna úr Habib gyminu sem er strikerinn í því gymni. Einmitt. Það er svona svarti sauðurinn í fjölskyldunni. Já. Hann svona ákvað að fara sína eigin leiðir. Já, og hegnist fyrir það núna. Já, einmitt. Þetta er bara hérna... En Bryce Mitchell, hann allan að sko færði þessi niður þyngdarflokk. Hann alltaf barist í featherweight. Já. Nú er hann komin í bantamweight og mér finnst það lukka eins og hann eigi bara að vera þar og eins og hann hafa alltaf átt að vera þar. Hann hefur verið svolítið lítill í hérna... Bryce Mitchell með Josh Emmett. Já. Mér getur ekkert sens. Það er svona physically sko. Ég held að þetta er miklu betri þyngdarflokkur fyrir hann. Ég misti að þessari staðreind í síðasta þætti. Ég var ekki með á hreinu að Bryce Mitchell var að fara niður þyngdarflokk. Nei, einmitt. Hefðum átt við það sko. En ég svona, já, ég leit fram í þessu. En hann leit miklu betur út. Já. Ég held að þetta geti verið svona Return of the Mitchell. Svona ég vona hans ég hættur að eyða öllum þessum pening í flatjarðarrannsóknir. Það gerir hann bara skemmtilegri. Endilega halda áfram að vera þú sem þú ert, Bryce Mitchell, ekki hlusta núna. Bryce Mitchell, hlusta að mig. Ég er ekki flöt. Nei, en viltu ekki fá hann inn með biblíuna og viltu ekki fá Bryce Mitchell í öllu sínu veldi? Jú, þú getur ekki pick and choose úr persónuleikanum, sko. Hann verður bara að fá að vera Bryce Mitchell. Þú getur ekki minnst á biblíuna og sagt svo að það er ekki að velja og hafna. Það er bara nákvæmlega það sem að menn gera með biblíuna. Ég vil fá, þú veist, freedom fighter, biblíu elskandi Bryce Mitchell. Sem að bara, þú veist, hann vaknar bara á hótelinu sínu, opnar hótelskúfuna, sækir biblíuna, mætir með henni búrið og er bara freedom, bara eins og hann sé að endurleika bara eitthvað og gott að trú Braveheart. Það er bara smíðilin sem ég elska. En ég vildi bara óska þess að, þú veist, hann væri bara sniður með pinning hans. Það er það sem ég er að segja. Þú veist, að hættu þessum flatajarðar rannsóknum. Skiptir ekki máli hvort hún sé, þú veist, skiptir ekki máli hvort að jörðin sé flöt eða hnöttur, skilurðu. Það skiptir máli að þú getur tekið menn niður. Það sem skiptir máli að þú setur að vinna í ground and poundinu. Þú gerir það jafnvel alveg saman hvort jörðin sé flöt eða hnöttur. Þannig að það er svona við erum bara að fókusa á það sem skiptir máli. Og hann virðist vera búin að finna fókus. Já. En þú veist, ef hann vil eitthvað mæta í búri með víkt vatn og eitthvað og exercise some demons, bara cool. Já. Let's go. En það er millið sko, það bara maður bara gera það sem hann vil sko. Herru, hérna við hefum 2 bara eftir af mainkartinu sko. Já. Já, við hefum kannski eftir að diskutera sko hvað við viljum sjá í framtíðinu fyrir hérna Nurmagomedov. En hérna Asu Almabayev á móti Jose Ochoa. Já. Geggjaður flyweight bardagi. Já, einmitt. Hvað er máli með Asu Almabayev? Hann er bara svo ógeðslega snöggur að taka það bakið. Að bara hann má ekki sjá í hár af öxluninni. Þá er hann bara, bakið. Einmitt. En að hérna mér var þetta geggjað fætt. Já, hann var líka hættulegur Ochoa. Já. Bara, það var svona, þú veist, Ochoa var með meiri þunga í höggunum sínum. Það var alveg klárt mál, sko. Og þú veist, og það var alltaf hætta, þú veist, þegar hann náði að snerta Almabayev, þú veist, þá var maður svolítið hræddur hann. En það er eins og segir, hann er bara ógeðslega smúð, Almabayev, og virkar bara eins og gæði sem getur farið alveg, sko. Já. Ég held að þessi gæði geti alveg verið með einhver sör við Pandose, sko. Já, 100%. Hvað er Almabayev núna í rankings? Í rankings. The rankings. Ég sé hann ekki einu í rankings. Já, ok. Jú, hann er í 9. Hann er Asu Almabayev, þetta er ekki... Asu Almabayev, já. Já, jú, ok. Það er rétt. Mér fannst þess að vera seta innláttinn hans. Þannig ég fór aðeins hérna á mannavild. En, þú veist, ég er samanlega, þú veist, mér finnst þess að hann getur bara farið mjög langt og ég held að hann er mjög góður title contender. Það er fínt að hann fekk smá reynslu. En eins og móti hérna Pantoja,
ég er ekkert viss hvort að hann sé að fara að taka baki á Pantoja Nei, en það er bara rosalega svona margt svona lítið sem hann gerir sem að sem að gerir hann rosalega hættulegan ég ætla bara að spá því að hann subbi Pantoja. Ég ætla að segja það nú þættinum og svo ætla að spila þessa klippu tilbaka. hann er getið sett svona trúðahálfgröðslega á því og rautt nef og svona Nei, þannig að við getum sett eitthvað svona kristallkúlu eitthvað. hvað færi til að halda hann sig að fara að söppa hann söppaði ekki Jose Ochoa Nei, ég veit að mér langaði bara að segja eitthvað kúl. Það er rétt þér. Hann vinnur hann bara decision. já, Ég ætla að segja það. langar en að segja eitthvað meira cool Nei, ég sé það mér nú. en að segja kannski eins og að Aswaran Bayev sé kannski hávaxni UFC fighterinn í heiminum eða eitthvað annað sem megar ekki sens Kannski hann verður double champ. takk já, þetta var skemmtilegt geggjaða fight það sem ekki það fjölur þeim þennan fight neitt mikið meira þetta hann fór bara fram og tilbaka og þetta var bara close fight Já. það var góðu fight En já, hann er 31 árs. hann lítur út fyrir að vera svona 18 ára Já, einmitt. Ég held að hann væri yngri, sko. ég held að hann væri bara kornungur Já, nákvæmlega. Þú veist eins og Ocho sem hann keppum á þetta, hann er 24 ára. Mér fannst það að vera bara 2 jafngamlir menn þarna inni, sko. já, Þannig að, ok, Alma Bayev það kannski aðeins að halda spöðunum þá. Þannig að málega kannski... já, hann er við getum sagt að segja að toppa núna hann ætti að vera að toppa Einmitt. þetta verður in his prime Já. þannig að en mér varst sko eins og hlutabref hvoru tveggja hafi hækkað Já, klálega. þú veist, ég get ekki horta á framistöðu Ocha í þessum bardaga og sagt eitthvað svona já, þú skeist þarna og hlutabrefin eru frálsi falli og eitthvað Nei. mér varst hann bara, hann gerði sjálfum sér bara hann bara leit, hann gerði bara margt gott í þessum bardaga og bara svona Sko, þessi gæði núna búið með 3 UFC bardaga. Þú veist, hann debut móti hérna Lónir Kavana, ógeðslega spennandi hérna nýja Íranum sem að vann á sama kvöldu Gunni var á daginn, bara Já. mikið hæp fyrir honum. já, Tapar fyrir honum, svo vinnur hann Cody Durden sem er bara geðveitt góðu fætir, sko. Og tapar núna móti Alma Bayev. Þetta er búið að vera rosalega erfið leið fyrir hann, þessi 3 bardagar. Og hann er 24 ára og hann er með fucking scary power fyrir flyweight. já, Þetta er gæði sem getur gert eitthvað í framtíðinni, sko. já 100% Eiginlega núna út af, mér fannst Alma Bayev vera yngri. Ég bara pældi ekki hvað hann var orðinn gamall. Ég sé mögulega bara meiri framtíð í Jose Ochoa núna. já, ég meina hann er bara fleiri ár í leiknum eftir Já, þú veist, hann er bara 24 ára, hann er ennþá bara að læra. Þessu flestir ekki eins og komnir í UFC 24 ára. nei hann var, já mér langaði einhvern veginn að líka honum saman við Loga Geirs í framtíðin en það er kannski full grætt hjá mér sko já, ég er eiginlega sko, mjög spenntur að sjá hvað Jose Ocha gerir í næsta fight af því að mér er eiginlega sama hvað hann gerir þá ætla ég að tippa hann Já, einmitt. og bara, ég, svolítið Og hann fær hann bara svona, þú veist, nokkra góða barða, ekki of vera, leiðan maður að vinna nokkra barða eru, komast á smá svona run, svo getur hann fara að mæta sem top 15 gaurum, kannski, þegar hann búin að ná inn 2 góðum sérum. já, Ekki? jú, ég held að það sé bara mjög fínt og Alma Bayev má alveg svona fara að færast í átt að tilskoti sko. Já, ég held að það gerist örugglega bara í næstu 2-3 umbröndum sko. já, ég meina þú veist, fyrir ofan hann eru Alex Perez, Manel Kapp, Tatsuro Taira, Kai Kara Franz, ég held að hann, þú veist, Amir Albasi, þetta sé bara allt flotti fæta fyrir hann, sko, hann Já. getur unnið á alla, sko, já en allt erfiði fæta samt, sko. En mér finnst eins og bara ef við skoðum main eventi næstu helgi sem er Tatsuro Kaya á móti Park þá finnst mér eins og Alma Bayev er alveg róði báða á þeim sko. Já. Þannig að ég er svona Ég held að Tatsuro Taira á móti Alma Bayev gæti við orðið mjög skemmtileg bara það, sko. já, mér getur verið klíka peningur, barndagi sem við töfum báði pening á Bogdan Guskov á móti Nikita Krylov Já, erum við að vann með þetta Guskov eða eru hlutabref Nikita Krylovs bara í frjálsufalli kannski bara smá bæði, sko. Náttúrulega Krylov, þú veist, hann hlýtur á að vera ánum svolítið gamall, ég meina, þú veist, hann er búin að vera að berjast þarna í 10 ára eða eitthvað. já, hann er búin með 41 bardaga og hann er búin að mæta bara, þú veist, Jan Blachowicz, Ankalaev, bara, þú veist, hann er búin að mæta öllum þessum toppgaurum bara frá því að ég byrja að horfa á UFC. Og það er kannski alveg skiljanlegt, þú veist, hann er bara búin að vera bara svona solid mid-level gaur í svo langan tíma. Og, þú veist,
hann kannski bara að verða aðeins hægari, þú veist, hann byrjaði þetta óslega vel. Ég var með hann by decision og ég man ekki, þú veist, þetta, þú veist, hvað var leiðin langur tíminn. Ég hugsaði bara svona, ok, það er alltaf á leiðinni rétt átt, sko. Já. Svo kemur bara þessi hægri hendi frá Guskov, sem var þvílíkur kraftur í. Og hann var búinn að hitta einni svipari hægri hendi rétt áður, ekki alveg sem í krafturinn, sko. Nei. Þannig að maður svona, þú veist, hann hefði getað meika rítið þá og komist sjá þessu. Já. En kannski bara gamall hægur, þú veist. Hann klárlega hann hægur, sko. Veist, og þetta er annað skipti í röð, þar sem hann kláraður í fyrstu lótu. 33. Já, það var Dominic Reyes síðast. Já. Dominic Reyes að koma tilbaka, sko. Já, Dominic Reyes er bara orðin skrimsli, sko. Já. Dominic Reyes, þú veist, hann verður mögulega champ. Ef að svona stjórnundan að læna rétt, sko. Já, ég get alveg séð Dominic Reyes, þú veist, fara á móti, þú veist, Jiri Prohaska eða Khalil Rountree, eða, þú veist, Jiri Prohaska og Khalil Rountree eru að mætast þarna í október, held ég. Já. Svo hann geti alveg tekið hvort sem er af þeim, sko, á góðum degi. Já, ég sammála því. Ég meina, hann arguably vann John Jones á sínum tíma. Já. Og svona, þú veist, ég held að það kannski tekið smá svona á honum eftir það. Þú veist, erfið bardagi, fannst hann átt að unnið og eitthvað, en mér finnst það núna, þú veist, eins og þetta móti Krylov seinast, sko. Þú veist, þá var maður bara eitthvað, wow, stúta hann bara. Reyes, mættur. Já, bara stúta hann bara. Það er bara aldrei spurning. En mér finnst svo Nikita Krylov bara, það er ekkert merkileg gangi að hann, sko. Nei, þú veist, hann er bara svona mid-level gæi. Já, mér finnst hann bara svona, já, hann má nú eiginlega fara að pakka saman, sko. Málum með Guskov, að því að, sko, ef þú ferð yfir, sko, MMA-ferilinn hans, þá er hann bara að kremja dósir í Rússlandi endalaust. Mæti svo að debut í UFC, tapar getum Volkan og Östemir og, þú veist, vinnur svo Zach Pauka sem að ég bara þekki ekki. Hann er í Karate Combat núna, Zach Pauka. Hann var að tapa fyrir Robles de Spain daginn. Já, bara, þú veist, bara drop out Ryan Spann er bara gauð sem nennir alltaf að æfa og þá er maður svona eitthvað svona, já, ok, þannig að þú bara kremja pulsur og þetta er svona núna líður mér ef að Guskov rótar þig þá líður mér svona eins og þú sér bara svona hluti af pulsupartíunas en samt já, hann er búinn að klára alla barðana sína, sko. Hann er aldrei farið í þriðju loti í UFC með þeim, þú veist, hann er með knockout power. Já, það er rétt. Þú veist, hann getur alveg strýtt mönnum, sko. Ég meina, þú veist, Nikita Krylov, þó hann sé kannski aðeins og hann eldri, orðnaðins hægari, það er þess að góða fættir, sko. Ég held, þú veist, það var alveg erfið fætt fyrir Guskov. Ég meina, þú veist, Guskov var alveg underdog í þessum barða. Ég meina það ekkert erfið fættir. Það var ekkert erfið, Krylov byrjaði það vel. Underdog komið inn í barðaðan, svo kemur barðaðinn og gæinn, þú veist, rótast eftir 2 skotfræðir, 2 hendur. Já, en þetta var bara svo perfect hug, þú veist. Já, en Krylov leit alveg vel út til að byrja með. Hvað gerði hann? Hann bara virtist vera með stjórn á þessu. Hann bara virtist vera með stjórn á þessu. Já. Mér fannst allt vera í rétta áttang til að bara búm, þetta högg kemur. Það kom reyndar eins og ég sagði, kom svipa högg bara stuttu áður og það er svo að, þú veist, kannski þegar hann var upp á sitt besta hefði hann kannski geta einhvern veginn svona adjusta eftir það. Já. En ég held að sé það á Guskov, ég er ekki seldur. Ég ætla að feita þessa Guskov barða í framtíðinni þannig að það kemur með betur ljós hvað hann getur. Hann er með kraft í höndunum, alltaf, við sjáum það. En ég það bara sjá meira frá honum svo ég geti ákveðið hvað hann getur. En það er bara ég að vera ógeðslega neikvæður og leiðilegur og hann hoppar allan upp í 10. sæti, hann er komin á top 10 núna, hann var á top 15. Þannig að það er allan eitthvað að gerast á ferlinum. Já. Hann er making moves. Já, hann er making moves, það er rétt. Ég er eitthvað að floppa hérna á chaturu, við fengum eitt gott sælir svo ég glemdi að svara því. Djöfullinn. Hver var það? Það myndi vera Nerum 8. Nerum 8, sæll og blessaður. Kormákur hér, segir hann. Kormákur, já. Já, sæll og blessaður Kormákur. Já. Það er með eitthvað take fyrir okkur, eða? Já, það er góð spurning. Kormákur með eitthvað take, eða? Endilega, gef okkur þitt álit. Já, endilega. Ég ætla að reyna að fylgjast betur með þér. Ég þarf að lasta svona splitta. Við þurfum að fá sko bara svona tölvuskjá. Kormákur er ungu strákur sem hefur margoft lamið mig.
veistu bara hvaða Cormac þetta er? Það hlýtur að vera Cormac boxari. Cormac boxari Ef að spyrja Cormac boxari Ég gerum alltaf bara ráð fyrir því að hérna menn sé að hlusta og ég þurfi ekki að skrifa svona fram og tilbaka. Nei. Herri, hérna á meðan Cormac boxari eða ekki boxari svarar, ef við þá aðeins að hérna ég ætla að segja ef við séum bara búin að ræða þetta kvöld, þá vil að Cormac okkar segir eitthvað sniðugt. Já. Herri, Ben Askren útskrifaður á spítala eftir 59 daga legu og double lung transplant. Greið maður. Hann er sko óþekkjanlegur. En þetta er þess að helviti staffsýkingar. Já, fuck man. Faldið að var staff í lungun. Og líka bara, ég sé menn fá sko staff í húðina og þetta bara étur upp húðina þína. Faldið að vera bara með staff í lungunum. Já. Þannig að ég var bara Óibarasta. Ég líka heyrði menn bara fá staff í augað. Þannig að ég hérna shit. Og þá bara, ég held að menn degi bara því að það leikur þú úr augunum inn í heilan og þú er bara dead. Shit. Þannig að hver var spurningin? Það var engin spurning, bara gefa okkur þitt álit á öllu sem við segjum. Ef þú ert ósammála einhverju, láta okkur vita. Ef þú ert sammála einhverju. Já, til dæmis, þú mátt bara svara bara, spurningin með að vera bara, þú mátt bara koma í komment bara, herru, mér finnst bara byggja verið með lítið teppi. Og þá getum við bara aðeins debit á það og... Þá getum við bara mælt það, komið á hrein. Já, einmitt. Við bæðið út, ég ætla að mæla hvað er margir tíguskallar á lengt. Nei, ég hérna sjáum hvað Cormac okkar segir. En heldur hvað, þessi staffsýkingar eru ógeðslegar, en hann er bara hvað ég held að hann sé bara 60 okkar kíló núna. Já. Hún getur varla lift sko 5 kíló að lóð. Já. Og það er 5 pound, hann var að curla svona 5 pound. Já, sem er sko 2,5 kíló sko. Hann sagði að það var erfitt fyrir hann sko. Já, og þú veist, það var líka bara allir einhvern veginn svona shaky og eitthvað. Já, erfitt með að tala og svona, þú veist. Já. En hann var bara, þú veist, ég er að fara bara að koma sterkur tilbaka og bara svona, þú veist, hvað afsökun hefur þú veist. Já, og ég elska svona. Já. Við munum sjá hann eftir nokkra mánuði bara stútmassaðan eitthvað. Já. En ekki? Bara I'm gonna make a UFC comeback. Já. Ég ætla til í það. Herru, hvað var það hérna með Emin Katri á Hvítfjallinu? Herru, já, hann var bara fenginn til að leika í einhverju bíómynd. Hann fór bara til Compton í LA til að filma þessa mynd. Já. Ok, eitthvað... Það er hægt að horfa á þessa mynd. Hún heitir TKO og hún er á streymisveiti sem heitir Tubi. Tubi? Já, og þetta er frí streymisveita. Það er 2B eða... Nei, T-U-B-I. Tubi. Tubi. Já. T-U-B... T-U-B-I. Já. .com. Já. Og það getur við séð myndina... TKO. Já, og Emil leikur í svona opnunaratriðinu á þessari kvikmynd. Og þar sem hann er að leika einhvern boxara og í einhverjum... Þetta er alveg hella dæmi, sko. Já, ok. Það er alveg flott boxatriði, sko. Ertu búin að horfa á það? Já. Já, ok, Þetta er, þú veist, atriðið er á Instagram síðu Emin Katri. Þannig endilega að tjekka því og hendi á follow og kallinu leðinni. Já, það var nefnilega sko svona skjáskot af myndinni sem var fylgdi, þú veist, inn á greininni sem þú skrifaðir. Já. Og þetta virkar eins og eitthvað svona, þetta lúkar eins og eitthvað svona CGI Emin Katri. Já, það. Svona eins og það verið tölvugerður. Já, ég var náttúrulega bara að, þú veist, screenshota myndband sem ég freeze-framaði, sko. Já. Þú veist, þannig að það kemur kannski út í svolítið skrifnum gæðum. Já, takk dröllið þú. Já. Herru, Kormákur hefur gefið okkur síðan skoðun á Ben Askren-málinu. Sorglegt. Já. Gráti kall. Æ. Samt svona brosandi gráti kall. Hann hefur pínu gaman að þessu. It's like crying laughing. Já. Með Masvidal fan hérna í húsinu. Já, nákvæmlega. Já, ég ætla að kíkja á þessa mynd. Ég er mikill Emin Katri. Já, ég er búin að horfa á þetta atriði, ég þarf að horfa á þessa mynd, sko. Já. Er þetta hérna boxmynd eða? Já, þetta er boxmynd. Því að ég nenni ekki einhver svona rom-com mynd sem að byrjar á einhverju geggiðu boxatriði með Emin Katri og svo er þetta bara eitthvað skilnaðarvesinu og eitthvað. En hérna, það var sem bara einhver gaur sem var að æfa hérna í gyminu í Top Rank út í LA sem sagði bara, heyrðu, þú væri bara fullkominn fyrir hérna kvikmyndir sem að skjóta og bara fekk hann til að fljúga til LA þar sem hann fór bara í svona audition. Já. Og svo fekk hann einhvern svona þjálfun fyrir þetta atrið. Svo fór hann bara aftur til hérna, Vegas, svo fekk hann bara, hey, þú færið jobbið, fór aftur til LA, fór til Compton, skaut atrið og já, nú er hann bara movie star. Shit.
Ég var ekkert að djóka þegar ég sagði, you're gonna be a star kid. Nei, já, þú spáði fyrir Ég spáði fyrir þessu. Einmitt. Ég skynja að þú verður komin að 2B sleimisveitina bara innan skams. En hann vonandi að fara að berjast bara í ágúst, hvort það var ekki 16. ágúst. Hann var að bíða eftir bara, þú veist, græna ljósinu. Já, bara, þú veist, það komið í vend og þú veist, hann bara að bíða eftir, ok, þetta on, fattar þú? Græna ljósi hljóma bara eins og eitthvað styrtarsamtak fyrir einhver, þú veist, einhver börn, skilur við. Einmitt. En hann bara, vonandi fær hann bara það í Ohio, Bandaríkjunum. Já, ok. USA debut og svona, þú veist, hann moving up in the world, sko. Já, í ágúst. Já, minnir að það verið 16. ágúst. Ok. En þú veist, þetta ekki alveg örugt. Þannig að allan að, þú veist, hann að vonast að keppa núna 2 í þessari ferð á hann kemur aftur heim. Gekka, í Ohio. Ohio. Er það ekki, hvað það í Bandaríkjunum? Er það ekki svona mitt sunnanlega eitthvað starf? Jú, það er ekki að spyrja rétt að manni, en ég held að sé svona í miðinni. Já, svona nær austurstundinni. Já, með alltaf. Ég man bara eftir Ohio í myndinni The Patriot. Ég hef þetta bara það, en ég bara man alls ekki hvert. Gerist Drew Carey show ekki í Ohio? Nú er það bara ekki að spyrja rétt að mann. Við þurfum að samælast meira sko, hvaða bandaríska popkultúr efni við horfum á. Já. Annað en UFC. Já, ég held að þú ættir að sjá allt amerískt í þessum þætti, þar sem þú ert amerískur ríkisborgari. Já, þess vegna fer ég í þessa keppnisferð til einmyndi Katri. Þannig að landamæraeftirliti getur verið bara welcome home, sir. Já. Og ég bara, já, geðvægt. Herru, Joe Rogan var ósættur yfir því að Cyril Gahn fengi partaðan gegn Já, hann vildi Derek Lewis. Já, hann vildi fyrir Derek Lewis. Já, veistu, ég til það líka. Ég verði að segja að hinn íslenski Joe Rogan, ég er sammála. Já. Ég mér veist bara Cyril Gahn verður að fá endalaust mikið af einhverjum fríum title shots. Já. Ég ætla aðeins að fletta upp Cyril Gahn. Ertu með hann kannski? Já, þú veist hann 2 sigrar röð, Sergej Spivak og Alexander Volkov, bara svona sterkir sigrar, en samt ekkert eitthvað, en þú veist, það er náttúrulega málið sko, heavyweight deildin er svo þunn að það er bara einhverjir gaurar með enga sigra í 15. sæti. Þú veist, hvernig er þetta aftur? Ég man ekki, ég er kannski aðeins að íkja núna, en þú veist, 15. sæti er Rizvan Kuniev og 14. sæti er Talison Teixeira. Þú veist, flettum upp núna bara Talison Teixeira. Hvað er hann með í UFC? Er hann með 1-1? Hann er með 1-1. Og Rizvan Kuniev, nákvæmlega, hann er nummer 15. Þú veist, það segir bara til hvað þessi deild er washed. Já, hann er 0-1 í UFC og hann er ranked nummer 15. Já. Þetta er deildin sem við erum að vinna með, sko. Já, þetta er svolítið sorglegt. Það er ekki mikið að gera svona. En mér nú er Cyril Gahn búin að fá sko 2 title shot. Já. Af hverju ekki Derek Lewis? Já, einmitt. Þess að hann tapar mótið Francis Ngannou, tapar illa mótið John Jones. Af hverju ekki bara Derek Lewis? Með að við skemmtanagildið og allt þetta dót skilur bara, og þess að hann er búin að fá 2 title shot. Mér finnst það bara, ég er ekki ánægð með þetta. Ég er sammála Joe Rogan. Já. Þannig ég já, ég sendi það. Já, þannig ég held að það sé svona það sem var svona helst í fréttum þessa vikuna. Já. Ég er svona, já, ég getum látið staðar numið þar. Næst, já. Það var reyndar eitt í fréttum. Já. Hann hvað er það? Sjákat Rakhmanov, konan og barnið hans lendi í bílsleysi. Og það er tryllt. Og þau bara illa slösuð og sko, það voru 2 vinkonur konuna sem dóu í þessu sleysi. Wow. Þannig að þú veist, og þau eru alvarlega slösuð, þannig að þú veist, náttúrulega bara hugur okkar á hjörtu eru með þeim, en þú veist, þetta er náttúrulega líka bara, geti haft eitthvað áhrif á ferilina, sko. Já, 100%. Vá, það er klika. Já. Í aðeins ferskari fréttum, þá er Vestmannaeyjahelgin núna helgina, næstu helgi þar sem að ég fer í átakið glímt landið, eða glímað landið. Það sem að glímt glímað. Glímt landið. Já. Byrjum á Ísafirði, förum svo eða Akureyri, ég veit það ekki. Tökum svona Norðurslóna, Akureyri, Húsavík, Egilsstaðir, endum að Selfossi og svona mjög mikið að kíkja á Hveragerði MMA. Þannig ég tek við öllum svona glímu áskorunum. Já, ef það er einhvers á landinu sem að vill skora því glímu, þá púllar þú upp. Það púlla ég upp? Já.
Day one of wrestling my followers. Já, við látum taka þau upp og ef þú söpar mig Þá hvað? ég veit ekki, ég var að gefa ykkur velun Já, það getur verið með eitthvað Dress for Yngling og Unbroken og eitthvað. já, þá farið velun svo lengi sem þú sért ekki brúnt og svartbelting ég nenni ekki að gefa velun til einhver brún og svartbeltinga fyrir að sveppa hérna einhver blábelting Nei, einmitt. þannig að hérna Day of Wrestling My Followers fæði velun og sveppa mig út á landi um Vestlunum helgina ég teku öllum áskurðum núna Einmitt. Hérna annað í fréttin, það var náttúrulega þetta mót þarna fyrir norðan, já, glímumótið. BTG Atlantic Open Já, nákvæmlega. Já, og hérna Atlantic besta hérna, Submission Escape sem ég hef séð var hérna, að feika og hét þetta hann? safnaður Hvað heit, Jón Frank eða eitthvað? Á móti Halldóru-Lóa. já, Hann var bara með baki á hann og standandi í rínu ekki tjók og hann þóttist bara dett út og svo var hann bara na. Það var Work gott smart. move, sko. Já, work smart einmitt. Já, virkilega vel gert hérna, fyrir utan það herru, hvað fannst ykkur um Max og Dustin? Hvað fannst ykkur um Max og Dustin? Já, Bara Max, bara betri en nokkur sinni fyrr. Það bara, þú veist, Lightweight Max kominn til að gera eitthvað geggjað. já, Þú veist, Lightweight Max, hann jafn hraður en hann höggþyngri og þú veist, hann bara, hann aldrei verið jafn góður. Þú veist, þessi flurry sem hann setti saman á móti Dustin og þú veist, þessar síðustu 10 sekundur, þú veist, Dustin var bara fuck nei, þú veist, ég get ekkert staðið bara og swinga með þessum gæja. Þú veist, hann sagði bara, I'm not going out like Justin, sko. Nei. Þú veist, bara þegar að fucking Max Holloway byrjar að sveifla maður, god damn, sko. það svo mikill kraftur í höggunum hans Max, ég var að segja Max Power Max Holloway getur bara að láta kalla sig Max Power að því að þú veist bara, hann miklu hættulegri sem lightweight þetta ekki þessi volume pillow puncher sem hann var í featherweight þannig að ég myndi segja, og mér kann líka ógeðslega góðu bóksari þá finnst mér eins og hann sé bara já, svona eiginlega bara á nýju leveli ég held að make sense fyrir hann líka á þessum stað í ferlinum að vera á þessu, hvað hann bara að berja síðu 10 ára eða eitthvað og svo snemma að koma hann inn miklu minna kött og svona og við gætum líka bara fengið að sjá þú veist, bæði beltin og lína bara eitthvað svona Beres motherfucker og lightweight titilinn sem er þá líka eitthvað svona grudge match milli Ilya Topuria og Max Holloway þannig að minnst það bara göðvögt hann sem komin í lightweight já, spurningin var reyndar Max og Dustin sé eftir Dustin, það var geggjað fight það var svo sárt að sjá bara fighter removed, Dustin Poirier og bara I knew it was coming en bara ég var ekki tilbúin að sjá þetta sko nei það eru fáir bara það menn sem ég hef elskað jafn mikið á Dustin Poirier og líka bara það hann svo sannur þú veist, mér var bara það að Joe Rogan sagði við hann, you're the man, hann bara no Joe, I'm just a man já, þú veist geggjað, og líka bara með góðgerðarstarfsemin sína stráng heiðarlega með hot sauce sitt hvernig hann elskar mömmu sína, það er allt rétt við hennar mann Volkinlægið hans maður, það er allt rétt það er allt rétt við þennan mann og þetta var geggjað fætt við gerðum hann upp í síðasta þætti já, það er bara að fara tilbaka og hlusta á það þetta já, þannig að Kormáki getur dúlað sér á Spotify og flett tilbaka og svona eins og öllum finnst rosalega gaman en þetta var virkilega, þetta var bara geðvögt aðeins bara geggjað fætt líka fyndið þeir á bara ákveða að boxa allan tíman og það var Dustin Poirier ætla alltaf að vera boxari þannig að hann fattaði þetta MMA stöf Max Holloway, geggjað boxari það var bara geggjað boxpartæ það var boxið þetta var bara bengar þetta var bengar herru, hérna gerum aðeins, kíkjum aðeins á næsta helgi við erum aðeins að hérna þetta er nefnilega sko þetta kart leynir á sig næsta helgi sko eða já er Esteban Ribovic er þetta móti Elves Brenner það getur verið bengar sko Chris Duncan vann sér inn nokkrar aðdáðandur í London síðast mætir hérna Matteus Rebecki en svo er hann alltaf bara með vinniti Tatsur Taira móti Hyung Sung Park Neil Magni er það sem átti náttúrulega að mæta Gunnar daginn já, The Magnator hann mætir Elissi Zaleski já það geti alveg orðið bengar líka sko en hérna, svo er hérna Kevin Vahejos held ég að maður byrjaði það fram þetta er gæði sem sko hefur bara tapað á mútið Gene Silva í Contender Series annars hefur hann unnið alla barðaninn sína þetta er einhver, og hann sannaði sig þarna daginn eitthvað og þú veist, það eru fleiri hérna, Nathan Fletcher sem að sannaði sig aldeilis á sama kvöld og Gunni barðist það sem hann tapaði slitt þarna á mútið Keilon Lúhran
með að hann sanna sig vel þar, hann alltaf vann fyrsta UFC barðaðan sinn og svo var bara hann algjör bengar á prílimskartinu og kartinu það Gunni var. Já. Þannig að ég er spennt fyrir að sjá hann aftur, hann er að fara að mæta hann að Rinja Nakamura. Ok, ég get ekki séð að sér komið stuðlar fyrir main eventið af því að það var þurfti hans að stokka upp ekki fyrir bara main eventið. Já, út af því að það var nýr bardagi. Já, ok. Þannig að mér sýnist það sé ekki búið að stuðla það. Tatsuro Taira hlýtur að vera svolítið favorite, en samt, þú veist, hinn gæinn er alveg með gott rekord og þannig að ég veit ekki, ég geti séð fyrir mig að Tatsuro Taira sé kannski svona 1-6, 1-7 og kannski 2-3 á hinum með eitthvað þannig á Park. Já, það myndi nokkuð með make sense. Ég hugsa að ég setja á Tatsuro Taira bara af því að hann er ekki að taka þetta á short notice. Já, ég sammála, hann er líka bara fucking smooth maður og góður allstar, góður að streika, góður að glíma með submissions. En þessi ungu Suður Kóreu gæjar sem að koma upp núna, þetta er rosaleg kynslu. Þetta er rosaleg kynslu á barðamenn. Ég myndi ekkert með einhverju svona ég myndi ekkert segja að það væri eitthvað svona það væri eitthvað svona no-brainer sko. Þannig að já. Nei, ég meina bara, þú veist, hann Park er bara með bilað finishing record, sko. Hann er með, þú veist, og 3 UFC barðaði komnir, allt finishes, þú veist, þetta er einhver motherfucker, sko. Þetta verður fight, sko. Þetta er eiginlega bara svolítið gott replacement eftir að hafa mist Amir Al-Basi út, sko. Það gerist bara nýlega, sko, þú veist, og bara nýbúið að gerast. Þannig að þetta er mjög gott replacement og geti orðið bara, stjafnvel bara alveg af góða fætt, sko. Já, ég sammála. Ég og ekkert verið, líka gaman að sjá sko Japan á móti Suður Kóreu. Já, einmitt. Í UFC. Einmitt. En þetta er á glötum tíma, eða ekki? Er þetta ekki bara Apexið? Gamla góða? Jú, þetta er Apexið, þannig að þetta er bara mjög nót með þér. Og hvað ég ætla að vona að þeir séu bara talandi eitthvað assist tungumál. Í búrinu? Já. Já, ég skilja örugglega ekki hvern annan. Nei, alveg pottet ekki og ég mun ekki skilja það heldur og eitthvað. Þannig að þetta verður geggjað bara. Ég sé svona haldast á Tatsuro Taira. Já. Og tippurugla þar. Já. Já, ég geti séð fyrir mér samt að þetta getur orðið erfitt. Ef ég er að setja eitthvað parallel saman þá myndi ég örugglega sleppa því bara að hafa þennan inn á út af því að mér finnst Park vera of mikið wildcard, sko. En Chris Duncan, hann fer örugglega mitt. Kannski Esteban Ribovic. Já, erum við eitthvað stuðla á það? Herru, já. Chris Duncan 2.72. Sko, já, mér finnst hann alltaf vera sko rosalega vannmetinn eitthvað. Já, ég set Chris Duncan, ég hamra hann sem underdog á parlay, sko. Svo paraði hann saman með, ég veit ekki, Kevin Lajos 1.2. Já. Sko, Esteban Ribovic Elvis Brenner móti Esteban Ribovic. Þetta er núna sko Selhuber, ekki búin að vera sannfærandi. Brenner er alveg, þú veist, með smá disrespect að Brenner að vera 3, sko. Já, ég er svona spáðið hvort að menn sé að ofmeta þennan Fight of the Night. Já, út af því bara þessi eini barndagi var svo ógeðslega góður. Já, og það er svona halda allir að Selhuber og Ribovic séu svona ógeðslega góðir að þeir tóku svo mikið damage og bla bla bla. Og það var svo geggjað barndagi, þannig ég er svona alveg pínu sexy. Elvis Brenner, hanna. Chris Duncan líka. Sko það eru nokkri sexy underdogs, eins og Nathan Fletcher er 4 í stuðul á hann, sko. Ég var alveg til að taka hérna Nathan Fletcher by decision sem að verður örugglega á alveg, þú veist, 7 eða eitthvað. Sér alltaf hann er alveg sens í Rinja Nakamura. Já, 100%. Já, ég ætla að hamra það með Nathan Fletcher by decision, þau fá fína stuðul fyrir það hlustendur. Er ekki Nathan Nakamura Japani? Rinja Nakamura? Nathan Nakamura. Nei, það má mismæla sig. Hann er Japani, hann er einhver svona Olympic wrestler í Japani, en er samt alveg bara með fullt af knockouts líka á ferlinum, hann er alveg hættulegu gæi, sko. Já, ok. Og en Nathan Fletcher, hann, já, ég var mjög hrifinn á honum þarna í London. Þannig að ég ætla að henda í bet á hann. Ég þarf að sjá hvernig hann tapa á móti Múin Gavurov, en ef það er ósamfærandi, þá hugsa ég að það væri eitthvað til að setja pening á, sko. Ég er eitthvað fara daðra við cool bet næsta ekki. Ég elska daðra við cool bet. Einmitt. Það verður líka alltaf bara að vaka allar nóttina eftir þessu að því með það er svo gaman að betta á þetta live, sko. Já, einmitt. Ég verði ekstra á Ísafirði bara eitthvað að reyna að finna einhvern bar sem sýnir UFC og eitthvað. Miðanótt. Já. Það er ekki ekki. Annars með að fólk bara finna kúkukamperinn minn á tjaldsvæðinu og koma að horfa með mér. Einmitt. Það er bara pláss fyrir 2. Já, endilega senda skilabóð á 5. lótina ef við viljum glíma við nonna hvar sem er á landinu.
Já, og við Frá hvaða daga? Þetta frá 50 degi? Ég fer til Akureyrar á fundinum og ég þarf að ná hérna Káa Silkeborg eignum. Ég þarf að reyna að glíma í Atlantik. Svo fer ég vestur á Ísafjörð. Ég var fucking 7 tíma rúndi eða eitthvað. Já, og ætlar svo að fara aftur tilbaka? Ég verði, sko Heiðarengi fyrrum þáttasjóðandi í 50 lótunar verður líklega með mér. Hann þarf að fara þarna eitthvað í Kvíndisfjörð eða hvað sem þetta heitir. Ég skutla honum eitthvað þangað. Svo fer ég bara vestur og ég ætla að reyna að ná hérna Ísafjörðarstakunum á föstudeginum og sunnudeginum. Og svo ætla ég að fara hérna á Akureyri og BJ North. Svo skilst mér að sé einhverjir prakkarar hérna á Egilsstöðum að glíma. Fara svo í Berserki á Selfossi. Það er ekki Berserkir? Jú. Og endur þetta svo á Hveragerði MMA. Nice. Ég er að vona að þetta smelli allt saman vel. Já. Og ef einhver veit skora á mig í glímu, þá verð ég hér bara tilbúin að flengja með nýja blábeltinu mínu. Vonandi er hægt að finna einhverja sem er til að glíma þig á skemmtilegum stöðum. Já, alltaf. Alltaf. Þannig að líka bara svona út í móaglímu. Ef þú ætlar bara að hitta mig út á heiði í eitthvað svona fokkin víkingaglímu, skilur við. Bara, það er ekki að spatsa. Við þurfum bara tún, förum bara nærbuxurnar, eða ekki. Við líka bara gert það lagt, skilur við. Bara rub those dicks together. Það er bara, þú veist, bara eitthvað svona út á heiði, á okkur tjaldsvæði. I'm gleaming my followers. Já, einmitt. Tjóðfílaða. Það ekki? Jú. Endum við inn að 50 lótuna, ræðum við til podcastinu, allir vinir, fáum okkur svo hérna umbrókin saman. Einmitt, gekk. Eftir það. Hljómar svo góð plan. Það ekki? Herru, ég ætla bara að hérna rappa þessu upp, svona hvaða hverju. Við erum ekkert búin að minnast á neina styrktaraðala í þessum þætti. Nei, það er búin svo ógeðslega gaman. Já. Við eigum samt mjög öfluga styrktaraðala. Mjög öfluga. Já. Þátturinn er sjálfsögðu í búið Minigarsins, heimavelli Bardaíþrótta. Það er spurning hvað verður næstu viðburður, en það verður líklega Kate Steel og Golden Ticket 7. september. Það er náttúrulega að byrja að æfa Bardaíþróttir, það er Reykjavík með MAS svarið, grunnnámskeið hverju mánuði. Takk til skrifa að byrja að æfa á Viðarhöfða 2. Svo er það Unbroken Real Time Recovery og Yngling fæðibátavörur, Silegit náttúrulega styribústerar og sveppablöndur. Þú fær 15% afslátt með 15 lóta 15 við checkout á yngling.is. Svo er það M-Fitness, íþróttafatnaðar, lóð og jógavörur og Stórhöfða 15 og Tryggjabraut Akureyri. Ég held að útsalan hafi segja svona við það að klárast. Þannig að endilega hoppa inn á mfitness.is og grípa útsöluna. Og svo er það ást okkur að indi, prepparinn, auðvitað leiðin til að borða holt. Prepparinn er á Suðurlandsbraut og Orkunni Vesturlandsvegin. Það er ítalska skálinn sem ég er tilbúin að tyggja ofan af því alla daga vikunar. Já, ég er ekki ennþá búin að fá mér. Guð minn almáttur. Ég fór hann í gæri að fæða með Mexiko-auð, til hann góð með þér. Já, þetta mangóið er alveg geðvögt. Það er svo gott að vera, þú veist, það er svo gott touch í mangóinu. Ég alveg elska þetta. Ég er enda að fíla þarna ítalska vimberjum og eitthvað. Já. Það er fókin gott. Já. Setti þetta í skál. Skál er a proper food delivery system. Já, ok, ég skal prófa þetta næst. Já, þetta er bara pesto, vimber, brauðteiningar, þú veist, fetaostur, kjúklingur, sæta kartöflur, þetta er bara einmitt. Ég get ekki lýst þessi betur heldur. Herru, ég var að slá botni í þetta. Ég þakka öllum fyrir að hlusta á þáttinn og vera með á spjallinu og kommenta og senda þeim spurningar. Þetta er alltaf klukkan 8 á mánudögum, nema náttúrulega þegar við erum seinir. Já, og nema náttúrulega næsta mánudag. Já. Þá verður ekki livestream kannski. Nei, það verður líklega ekki livestream af því að tæknimaður 50 lótunar verður út á landi að glíma við fylgjendur sínar. Þannig að við fáum einn dag í pási. Já. En þú verður með þátt. Já, það ekki. Verður ekki að gera þetta upp UFC. Jú, þú færði eitthvað góðan gest. Já, ég fæði. Já, þannig við tökum pásu, eina livestream pásu. Já. Herru, en við þökkum öllum fyrir að hlusta, við sjáumst eftir viku liðinni og já, 2 vikna eftir 2 vikur, þá gerum við upp glímt landið. Já. Geggjað, herru, takk fyrir okkur.